Einu sinni var Karl og Kerling í Garðshorni, þau áttu 3 dætur, þær hétu Sigríður, Signý og Helga. Karli og Kerlingu þótti vænt Sigríði og Signíu, en ekkert þótti þeim vænt Helgu og lá hún ávallt í öskustó. Það mælt að Karl og Kerling ættu engan grip í eigu sinni nema kú eina, sem Búkolla hét. Hún var sá dánumannsgripur að þó hún væri mjólkuð 3 á dag, þá mjólkaði hún ekki minna en 40 merkur í hvert sinn. Karl reri til fiskjar á degi hverjum og reri alltaf á Keraldi og á hverjum degi flutti Sigríður dóttir hans honum mat á fiskimið og flutti hann einnig á Keraldi. Það bar einu sinni til í Garðshorni að kýrin Búkolla hvarf, svo enginn vissi hvað af henni varð. Ræða þau nú það Karl og Kerling, hvað skuli ráða, og verður það að Sigríður send á stað að leita og látin hafa nesti og nýja skó. Hún gengur lengi, þar til hún kemur á einn hól, þar borðar hún og mælti baulaðu, kýrin Búkolla, ef ég á að finna þig. En ekki baular kýrin. Nú gengur hún á annan hól, borðar þar og mælti baulaðu, kýrin Búkolla, ef ég á að finna þig. En ekki baular hún að heldur. Hún gengur á 3. hólinn, borðar þar og mælti síðan baulaðu, kýrin Búkolla, ef ég á að finna þig. Þá baular kýrin langt frá uppi í fjalli. Sigríður gengur upp í fjallið, þar til hún kemur að hellistyrum. Hún gengur í hellinn. Þar sér hún að eldur logar á skíðum, kjötpottur yfir eldi og kökur á glóðum. Þar Búkolla og stendur við töðustall og bundin með járnflekkjum. Sigríður tekur köku af eldi og kjötbita úr pottinum og snæðir. Hún ætlar að leysa Búkollu en getur ekki og sest hún þá undir kverk hennar og klórar henni. Að litlum tíma liðnum fer hellirinn að skjálfa og kemur tröllskessa mikil í hellinn. Hún mælti: þú ert þá komin hér, Sigríður Karlsdóttir, þú skalt ekki lifa lengi, þú hefur stólið frá mér. Skessan tekur hana þá, snýr úr hálsliðnum og hendir búknum í gjótu í hellinum. Víkur nú sögunni heim í Garðshorn. Karl og Kerlingu fer að lengja eftir Sigríði og ætla hún muni nú dauð. Þau ráða þá af að senda Signíu að leita að Búkollu og fer hún af stað. Verða nú forlög hennar eins og Sigríðar að öllu leyti og seinast drepur skessan hana í hellinum. Nú biður Helga Karl og Kerlingu að lofa sér að leita að Búkollu. En þau halda það verði til lítils þegar hinar góðu gulldætur sínar hafi ekki getað fundið hana og séu nú líklegast dauðar. Það verður þó að Helga fær að fara. Hún fær skrápskinnskó á fæturna og í nesti fær hún bræðing, roð, ugga og skófir. Hún gengur nú lengi, þangað til hún kemur á hól nokkurn. Þá mælti hún: hér hafa systur mínar borðað, hér skal ég borða líka. Fer hún nú að naga úr nesti sínu. Síðan mælti hún baulaðu, kýrin Búkolla, ef ég á að finna þig. En ekki baular kýrin. Nú gengur hún á annan hól og fór eins að og á fyrra hólnum. Hún gengur á 3. hólinn. Þá mælti hún: hér hafa systur mínar borðað, hér skal ég borða líka. Þegar hún hefur borðað, mælti hún baulaðu, kýrin Búkolla, ef ég á að finna þig. Þá heyrir hún að Búkolla baular uppi í fjalli. Hún gengur upp í fjallið á hljóðið. Loksins kemur hún að hellistyrum. Hún gengur í hellinn. Þar stendur kjötpottur yfir eldi og kökur á glóðum. Hún hagræðir kökunum, snerpir á undir pottinum, en tekur ekkert og sest síðan hjá Búkollu sem þar stendur við töðustall. Litlu síðar heyrir hún hark úti og hellirinn fer að skjálfa. Síðan kemur tröllskessa í hellinn, mikil vexti og ærið farsmikil. Hún mælti til Helgu: þú ert þá komin hér, Helga Karlsdóttir, þú skalt nú lifa, því þú hefur engu stólið frá mér. Líður nú nóttin og gefur skessan Helgu mat. Nú ætlar skessa út á skóg til veiða daginn, þá mælti hún til Helgu: þú skalt nú vinna nokkuð í dag, þú skalt sækja brjóstnál, sem ég átti, þegar ég var heimasæta hjá Daladrottningu systur minni. Helga spurði hvar hún væri. Það máttu segja þér sjálf, mælti skessan, og ef þú verður ekki komin með hana í kvöld, þá drep ég þig. Fer nú skessan, en Helga ráðalaus og sest nú fram í hellistir og grætur. Þá kemur til hennar maður, æði og frýnilegur á að líta. Hann var í skorpnum skinnstakki sem náði á ristara framan,
en á herðablöð að aftan. Hórinn náði úr nefinu og niður á tær. Hann spyr af hverju hún gráti. Hún kvað það vera til lítils að segja honum það, hann myndi lítið geta úr því bætt. Ég veit hvaða þér gengur, segir hann, og ef þú vilt kissa mig í kvöld, þá skal ég hjálpa þér að ná nálinni. Hún kveðst skuli gera það. Helga spyr hann að nafni, en hann kvaðst heita Dordingull. Þau ganga nú bæði frá hellinum, þangað til þau koma að litlu húsi. Við dyrnar á húsinu er Páll og Reka. Þá segir Dordingull Páll, sting þú Reka, moka þú. Þá taka þau Páll og Reka til starfa, þangað til þau koma niður á nálinni. Tekur þá Dordingull hana upp og segir að hér sé nú nálin og spyr Helgu hvort hún vilji nú ekki kissa sig, en það segist hún ekki geta. Fer nú Helga heim í hellin og leggur brjóstnálina í rúm Skessu. Kvöldið kemur Skessa heim og spyr hvar nálin sé. Hún er í rúmi þínu, segir Helga. Vel er unnið, mælti Skessa, en varla muntu hafa verið ein í ráðum. Næsta morgun segir Skessa að verk hef ég ætlað þér í dag, Helga, að þú skalt sækja tafl, sem ég á hjá Daladrottningu systur minni hef ég lengi viljað fá það, en ekki fengið. Helga spyr hvar Daladrottning sé. Það máttu segja þér sjálf, mælti Skessa, og ef þú kemur ekki með taflið, skal ég drepa þig. Fer nú Skessa burt, en Helga situr eftir ráðalaus og sest í hellistirnar og grætur. Þá kemur þar Dordingull og kveðst muni hjálpa henni, ef hún kissi sig í kvöld. Helga kveðst fegin vilja ganga að þeim kostum og þó meira væri. Síðan ganga þau frá hellinum og ganga nú lengi, þangað til þau sjá höll mikla nokkuð langt frá. Í þessari höll, segir Dordingull, býr nú Daladrottning. Skaltu nú fara þangað, og mun hún taka þér vel og fá þér taflið. Hún mun bera fyrir þig mat, en þú skalt engan bita borða, en 3 bita skaltu taka og stinga í vasa þinn, og vel skaltu signa borðbúnaðinn, þegar þú ert setst undir borð. Þegar þú ert komin á stað, mun hún senda á eftir þér 3 varga, og skaltu þá fleygja sínum bitanum í hvern. Fer nú Helga til hallarinnar. Daladrottning tekur henni vel og ber fyrir hana mat á borð. Kveðst hún vita í hvaða erindum hún sé. En þegar allt er á borð borið, segir Daladrottning, skerðu hana, gaffall, sting þú hana, hnífur, og gleyptu hana, dúkur. Þá svaraði hnífurinn, gaffallinn og dúkurinn, við getum það ekki, hún Helga signdi okkur svo vel. Nú fór Daladrottning frá Helgu stund, tekur hún þá 3 bita og stingur þeim í vasa sinn, en ekkert borðaði hún sjálf. Daladrottning fær nú Helgu taflið og fer hún síðan af stað. Þegar hún er komin nokkuð frá höllinni, koma 3 vargar á eftir henni, og telur hún víst að þeir muni eiga að ráða sér bana. Helga tekur bitana og kastar fyrir þá, en vargarnir éta sinn hver og detta þegar dauðir niður. Helga fer nú leiðar sinnar og í hellin og leggur taflið í rúm Skessunnar. Kvöldið kemur Skessan heim og spyr Helgu hvar taflið sé. Hún segir það sé í rúminu. Vel er unnið, mælti Skessan, en það gruna mig að þú sért ekki ein í ráðum. Næsta morgun kveðst Skessan hafa ætlað Helgu starf í dag. Þú skalt, segir hún, elda fyrir mig, búa rúmið mitt og hella úr koppnum mínum og vera búin í kvöld, ella mun ég drepa þig. Helga hvað þetta hægt verk vera. En þegar Skessan er farin, ætlar Helga að fara að búa rúmið, en þá eru fötin föst, og þegar hún ætlar að taka pottinn, þá er hann fastur, og koppurinn er líka fastur. Nú sest hún í skáladirnar og grætur. Þá kemur Dordingull og bauð henni hjálp, ef hún kisti sig í kvöld. Hún lofar því. Fer Dordingull að búa og elda, og er allt laust fyrir honum. Hann lætur sjóðandi byrkitil undir rúm hennar og segir Helgu að í ketilinn muni hún detta, þegar hún setjist á rúmið, því í kvöld muni hún verða þreytt og éta mikið, en undir kodda hennar sé fjöregg, sem hún skuli brjóta á ásjónu hennar, í því hún falli í ketilinn, og þá skuli hún nefna sig, ef hún vilji. Dordingull fer nú burt. Þegar Skessan kemur heim kvöldið, segir hún að vel sé unnið, en undarlegt sé, ef hún sé ein í ráðum. Hún sest á rúmið og fellur í ketilinn. Helga sprengir þá eggið á ásjónu hennar og nefnir Dordingull. Hann kemur þegar. Skessan lætur þar líf sitt og brenna þau hana upp.
Verða þá dyngir miklir, svo Helga verður hrædd og kissir Dordingur 3 kossa, segir hann, að Daladrottning sé nú að drepast líka, því þær hafi átt sama fjöreggið báðar. Dordingull og Helga sváfu nú saman nóttina, en morguninn varð Helga þess vör, að Fríður Kóngsson var fyrir ofan hana í rúminu, en hamurinn þar hjá. Hún dreypir á Kóngsson, en brennir haminn hafði Dordingull verið Kóngsson í álögum. Hann átti nú Helgu fyrir konu. Þau tóku það sem fémætt var í hellinum og þar á meðal búkollu, svo tóku þau líka allt fé úr höll Daladrottningar, sem var býsna mikið. Þau fóru síðan utan, Dordingull og Helga, og settust að í ríki föður hans, en af honum önduðum erfðu þau ríkið. Þau lifðu lengi eftir þetta, og var sambúð þeirra hinn besta og líkur svo þessari sögu.